Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Við skulum biðja, almáttugi og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgmæddum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allrar huggunar, hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika. Nú við hér saman komin til þess að kveðja Rögnvald Ólafsson. Við biðjum í nafni sonar þíns Jesú Krists. Amen. Í Davíðssalmum segir, Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilífð til eilífðar ert þú, ó Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir, hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár í þínum augum sem dagurinn í gær, þegar hann liðinn, já, eins og næturvaka. Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Amen. Hún lifði hjá steinum á
bréfi Páls til Rómverja standa þessi orð. Ef Guð með oss, hver þá á móti oss? Hann sem þyrmdi ekki sínum eigin syni, heldur framseldi hann fyrir oss öll, því skyldi hann ekki líka gefa oss allt með honum. Hver skyldi ásaka Guðs útvöldu? Guð sýknar, hver sakfellir? Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Hver mun gjöra oss viðskila við kærleika Krists? Ég þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki yfirstandandi, né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gjört oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Amen. Ágætu vinir, við skulum rísa á sætum og heyra heilagt guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Marta sagði við Jesú, Herra, ef þú hefðir verið hér, væri bróðir minn ekki dáinn. En einnig nú veit ég að Guð mun gefa þér hvað sem þú biður hann Jesú segir við hana, bróðir þinn mun rísa. Og Marta segir, ég veit að hann rís upp í upprisunni á efsta degi. En Jesús mælti, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig, mun lifa þótt hann degi. Og hver sem lifir og trúir á mig, mun aldrei að eilífu deyja. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, lof sé þér Kristur.
Vaktu minn Jesú, vaktu í mér, vaka láttu mig eins í þér, sálin vaki, þá sofnar líf, sé hún ætíð í þinni hlíf. Amen. Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Jesú segir, góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns. Þetta eru athyglisverð orð hjá frelsaranum, eins þóttu virðast hljóma næsta sjálfsögð. En sjóður verður ekki til af engu, það þarf að leggja inn í hann og það má síðan taka út. Í sjóð hjartans leggjum við inn það góða sem við tileinkum okkur og þau gæði og gildi sem skipta okkur mestu máli. Hæfileikan til að greina rétt frá röngu, hæfileikan til að elska hið góða og ástunda það og sýna náunganum umhyggju og kærleika. Við getum ýmislegt lært af námsbókum en þó líklega aldrei það að vera góð manneskja. Það lærir hver maður aðeins í skóla lífsins. Og öll reynsla okkar verður með einhverjum hætti að innistæðu í sjóði hjartans, en leið og tekið af sjóði hjartans þá minnkar ekki innistæðan, heldur eykst. Ef við gefum af okkur hið góða líklegt að við fáum það margfalt tilbaka. Þetta það sem kalla má hagfræði hjartans og skiptir kannski engu minna máli en hagfræði efnahagslífsins þegar allt kemur til alls. Efnisleg gæði gildir að þar eyðist sem af tekið, en sum gæði rýrna ekki, heldur aukast þegar þeim deilt. Það pund sem Guð gefur okkur ávöxtum við best með því að deila með okkur og miðla til annara í umhyggju, vináttu og kærleika. Þjóðskáldið Matthías segir á einum stað, og Faðir gjör mig styrkan staf, að styðja hvert sem þarf, uns allt það pund sem Guð mér gaf, ég gef sem bróður arf. Já, þannig lifði Rögnvaldur Ólafsson frá Fáskrúðsfirði sem við kveðjum hér í dag. Hann var góður maður, má segja fölskvalaust, sem ætíð gaf af sér úr góðum sjóði hjarta síns og bar birtu til samferða fólks síns. Umfram allt var hann elskaður eiginmaður og faðir, afi og langafi. Það sárt að kveðja hann og hjörtu ykkar kæru ástvinir eru full saknaðar og trega, sem og þakklætis fyrir allt það góða sem Rögnvaldur gaf ykkur og allt það dýrmæta sem hann var. En á kveðjustundu skulum við minnast orða frelsarans segir, ég lifi og þér munuð lifa. Jesús Kristur hefur leitt í ljós líf og ódauðleika, sigrað dauðans og allt vald hins illa. Já, sérhvert látin felum við á hans vald. Rögnvaldur Ólafsson var fæddur á Lækjarhvoli Fáskrúðsfirði þann 5. júlí árið 1944. Hann var sonur hjónanna Ólafs Ármanns Þórlindssonar og Arnbjargar Einarsdóttur. Rögnvaldur var elstur 4 systkina, yngri en hann eru þau Þórunn, Þórlindur og Borghildur, sem öll lifa bróður sinn. Rögnvaldur, eða Röggi eins og hann var oftast kallaður, ólst upp í þorpinu á Fáskrúðsfirði við störf og kjör síns tíma. Hann naut hefðbundinnar grunnskólagöngu en var ungur að árum þegar hann byrjaði að vinna fyrir sér. Hann var fermingaraldur þegar hann fór til sjós á Trillu og 16 ára að aldri öðlaðist hann vélstjórnarréttindi á stærri bátum. Rögnvaldur stundaði síðan sjóinn í nokkur ár á bátum sem gerðir voru út að kaupfélagi Fáskrúðsfirðinga. Sem ungur maður þótti hann mjög röskur og dugmikill, hlífði sér lítt og ábyrgðartilfinning var ætíð stór þáttur í hans fari. Rögnvaldur naut þeirrar gæfu að eignast góðan lífsförunaut. Þau stofnuðu til kynna, hann og Birna Fanney Óskarsdóttir, þegar hann var rúmlega 20 að aldri og felldu þau hugi saman. Þau kynntust á dansleik eins og svo mörg pör hafa gert gegnum tíðina og bæði þóttu þau vera fyrirtaks dansarar svo eftir var tekið.
og saman hafa þau síðan stigið lífsdansinn með farsælum hætti. Þau gengu í hjónaband á árinu 1966 og hafa því fylgst að á lífsveginum í gagnkvæmri ást og trúfesti í 60 ár og rúmlega það. Þau byggðu sér fagurt heimili í Búðaþorpi á Fáskrúðsfirði, nánar tiltekið við Hlíðargötu, og við hlið þeirra settist að fóstursystir Birnu Fanneyjar, Lára Hjartardóttir, ásamt sinni fjölskyldu. En mikill samgangur og vinátta ríkti milli þessara tveggja heimila. Þeim hjónum Rögnvaldi og Birnu Fanneyju var 3 barna auðið. Elst Jóhanna Sigríður, fædd 1966, eiginmaður hennar Einar Víglundsson. Og í miðið Ármann, fæddur 1969, kona hans Elín Björg Þráinsdóttir. Og yngstur Óskar, fæddur 1976, kona hans sú Samney Ing. En barnabörn Rögnvaldar og Fanneyjar eru 7 talsins og 1 barnabarn að auki. Rögnvaldur var góður faðir barna sinna, miðlaði þeim mörgu góðu og afabörnin hændust mjög að honum eftir að þau komu til sögunar, enda var Röggi mjög barngóður. Já, en nokkru eftir að Rögnvaldur var búinn að festa ráð sitt og orðinn faðir, eða árið 1970 eða þar bil, ákvað hann að hætta á sjónum og fara að vinna í landi. Hann tók þá til starfa í kjötbúð kaupfélagsins nokkur ár, en fór síðan yfir í saltfiskverkunina hjá hraðfrystihúsi Fáskrúðsfjarðar sem var forveri loðnuvinnslunar, þar sem Rögnvaldur var verkstjóri. Og það voru ófáir árgangar stráka sem tóku fyrstu handtökin undir handleiðslu Rögga verkstjóra í saltfiskverkuninni. Það var gott að þar réði þolinmæði ríkjum og þar var hægt að kenna öllum að vinna algjörlega hávaðalaust. Röggi hafði gott lag á unglingum og stjórnaði þeim með ljúfmennsku og festu en ekki hávaða og látum. Fyrir þessa handleiðslu hans eru margir mjög þakklátir. Já, Röggi var árabil verkstjóri í saltfiskverkuninni eða til ársins 1995 þegar kvótasamdráttur olli því að salthúsinu var lokað. Eftir það færðist Rögnvaldur yfir í frystihúsið og stjórnaði í tækjasal og frystiklefa þar til hann lét af störfum 67 ára að aldri. Hann vann því alla sína starfsævi hjá kaupfélagi Fáskrúðsfirðinga eða fyrirtækjum því tengdum. Rögnvaldur þótti mjög samviskusamur og traustur starfsmaður sem sinnti öllum sínum störfum að mikilli trúmennsku og minnist samstarfsfólk hans með miklum hlýhug. En helstu áhugamál Rögnvaldar voru útivist og skíðamennska, stangveiði og ferðalög, bæði innanlands og utan. Á Fáskrúðsfirði var lengi þokkaleg aðstaða til skíðaiðkunar sem Rögnvaldur nýtti sér vel og errist skíðaáhugi hans til barna hans. Og þau hjónin fóru í nokkrar skíðaferðir til útlanda í gegnum tíðina, gjarnan með vinahjónum, og var sú síðasta farin í janúar 2020. Í þeim ferðum sem veittu þeim mikla ánægju var meðal annars farið til Noregs, Austurríkis og Ítalíu. Einnig var Rögnvaldur mjög ástríðufullur og lunkinn veiðimaður, renndi bæði fyrir lax og silung og var mikil aflakló. Þá var hann gjarnan á ferð með góðum vinum sínum eins og Borgþóri Svila sínum og Einari tengdasyni. Og Einar minnist til dæmis mjög ánægjulegra veiðiferða sem þeir 3 fóru í Hoffellsá í Vopnafirði. Og Borgþór minnist til dæmis mjög skemmtilegar ferðar í Héðinsfjörð, þar sem eiginkonur þeirra voru með. En þá gerðist það eitt kvöldið þegar veiði var lokið að þeir ákváðu að halla sér í grænni lautu og sofnuðu afar vært. En konurnar var síðan farið að lengja eftir þeim og ekki laust við að þær voru orðnar nokkuð smeykar þá. En heim í hús skiluðu þeir sér á endanum og auðvitað mátti bara hafa gaman af þessu, þó það nú væri. Og þá ferðuðust þau hjónin Rögnvaldur og Birna Fanney víða landið á húsbíl sínum.
Þau hjónin ákváðu að breyta til og fluttust hingað suður til Akraness seint á árinu 2023, þar sem þau gátu þá verið nær börnum sínum og notið betri heilbrigðisþjónustu. Rögnvaldur var vandaður maður og traustur í orði og verki. Hann var hógvær í framgöngu allri og lifði kyrrlátu lífi. Hann var einstaklega jafnlyndur og skipti sjaldan skapi. Hann var ekki alltaf maður margra orða, ekki mjög mannblendinn, en naut sín vel í þröngum hópi góðra vina. Við þær aðstæður var oftar en ekki stutt í húmórinn og ýmsar fyndnar athugasemdir. Vinur hann sagði eitt sinn við hann þeir voru komnir saman nokkrir félagar, sagði við Rögnvald: "Þú talar ekki mikið." En þá svarar Rögnvaldur á bragði: "En ég hugsa þeimun meira." Og voru það áreiðanlega orð að sönnu, því að þegar Rögnvaldur tók til máls, þá var ævinlega hlustað. Hann hafði talsverðan áhuga á stjórnmálum og fylgdist þar vel með, tjáði þar sínar skoðanir á þeim málum óhikað og skilmerkilega, en þó þannig að ómögulegt var að greina hvar í flokki hann stóð. Já, Rögnvaldur var svo lánsamur að njóta góðrar heilsu lengi vel, þótt líkaminn væri nokkuð tekinn að eldast. En í desember síðastliðnum greindist hann með illkynja mein, eftir að hafa verið slæmur af verkjum nokkra hríð. Var þar eðlilega mikið áfall að ræða fyrir hann og fjölskyldu hans, og kom í ljós að meinið hafði dreift sér, þannig að framgangur þess var því miður ekki stöðvaður. En síðustu vikur ævinnar dvaldi hann á sjúkrahúsinu hér á Akranesi, þar sem hann andaðist þann 20. og 4. janúar síðastliðinn, umvafinn ást og umhyggju sinna nánustu. En andlegum styrk og þrótti hélt hann alveg fram í andlátið og fyrir það má þakka. Á kveðju stundu sem rödd af himnum segi: "Gott þú góði og trúi þjónn, gakkinn til fagnaðar Herra þíns." Og sem þakklæti fyrir auðsýnda samúð og hlýhug kirkjugestum boðið að þiggja kaffi í safnaðarheimilinu vina minni að athöfn lokinni, en bálför fer fram síðar. Og þá vil ég geta þess að gítarleikari í þessari athöfn hefur verið Sigurgeir Sigmundsson. Láta það koma fram. Sigurgeir Sigmundsson hefur leikið mjög frábærlega á gítar, eins og hann sé von að vísa í þessari athöfn. Og þá les ég hér fáeinar kveðjur sem hafa borist. Þau Albert Kemp og Þórunn á Fáskrúðsfirði senda ástvinum Rögnvaldar innilegar samúðarkveðjur og þakka Valhug góð kynni. Og kveðja hér frá Loðnuvinnslunni á Fáskrúðsfirði og fyrrum samstarfsmönnum Rögnvaldar, sem vilja þakka honum fyrir öll hans góðu störf í þágu fyrirtækisins og fyrir mjög ánægjulegt samstarf í hvívetna. Og innileg samúðarkveðja til aðstandenda Rögnvaldar frá Láru Hjartardóttur og systkinunum á Stuðlabergi á Fáskrúðsfirði. Og þau Ester og Jón og börn þeirra biðja fyrir innilega samúðarkveðju til allra ástvina, og þau Þráinn Eyjólfsson og Greta Gunnarsdóttir, synir þeirra og fjölskyldur, biðja fyrir hugheilar samúðarkveðjur til allra ástvina. Og þau Hrefna Regína og Daniel senda innilega samúðarkveðju til fjölskyldunar leið og þau minnast Rögga með hlýhug. Já, blessuð sé minning Rögnvaldar Ólafssonar, megi hann hvíla í friði og ljósins upprisna drottins lýsa honum eilífð. Guð blessi ykkur öll ástvini hans. Amen. Kemur vorið sunnan að og sólin
Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guðs sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi Faðir, andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt, sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða, ljós til opinberunar heiðingum og til vexandar þínum útvalda líð. Við skulum biðja, almáttugi Guð og eilífi Faðir, vér þökkuðir sérhverja góða gjöf í þessu lífi og fyrir þá von eilífs lífs sem þú hefur endurfætt oss til, fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Lít í náð til Rögnvaldar Ólafssonar, sem þú hefur kallað til hvíldar þinnar. Ver oss öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða. Blessa þú alla ástvini hans og varðveit oss í trúnni á þig, að við megum ásamt þeim sem þú hefur endurleyst, lofa þig og vegsama að eilífu. En allar bænir vorar felum verið þeirri bæn, sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Ágætu vinir, skul nú rísa á sætum. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upprísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði, Drottinn minn gefi dánum ró, en hinum líknir lifa. Amen.
Meðtaki drottinlega blessun. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í nafni Guðs, Föður og Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur og sigurinn fyrir drottin vorn Jesú Krist. Amen.